Góðan og blessaðan daginn. Það er 10. mars 2026 og það eru plúsgráður hér í Reykjavík og hefur verið eiginlega snjólaust í allan vetur. En ég er hér með færslu sem ég kalla Góðspjall 4 og það hefur yfirskriftina Endurminni. Mér verður oft hugsað til bernsku minnar, til umhverfisins sem ég ólst upp í. Ég heyri enn náttúruhljóðin enda þótt ég sé fjarri öllu sem var í tíma og rúmi, árum og svo líka kílómetrum í burtu frá þessu öllu. En samt lifir það allt innra með mér, sjórinn, fjöllin, húsin, fjaran og fólkið. Og í þessu öllu vitund. Allt hefur það form, útlit, liti, ilm og hljóm. Og það hverfur mér aldrei úr minni, heldur lifir stöðugt og minnir á sig. Það vitund í öllu sem lifir. Ég er í fjörunni við Prestabuktin á Ísafirði, klæddur og kominn á ról. Bernskuheimili mitt stendur við Sólgötu, sem nær yfir eyrina frá norðri til suðurs og rammast inn af 2 götum, annarri að norðanverðu, meðfram sjónum sem heitir Fjarðarstræti og hinni Hafnarstræti sem liggur meðfram eyrina sunnan. Handan götunar á horni Sólgötu Fjarðarstrætis, á norðanverðri eyrinni kyssir sjórinn strönd. Það fugl, marfló, fiskur, skel og steinvala, já, skriljónir af því öllu. Og allt þetta sem ég nefndi lifandi, líka skelin og steinnin, þó hörð séu. Og þau í mótun, allt í mótun. Sjórinn iðandi og aldan kyssir stöðugt fastlandið í fræðamálinu, brýtur skel og fæir stein. Í endurminni sem oftast gerir vart við sig er sjórinn kyrr. Aldan gælir bara, hún kemur og fer eins og feimið barn sem langar lengra, en hörfar alltaf langt tilbaka og það kom. Hún eins og bolti sem leikur við vegg, mjúkur og varfærin sem skemmir ekkert, þannig aldan. Hljóðin eru líka mjúk og birtan og litirnir sömuleiðis, en vorið, þegar sólin hefur náð herra og baða fjörðin, þá verða litirnir skærir og birtan skörp. Þá lífið í Sólgötunni eins og það á að vera, í götunni sem buktin rammar inn að norðan en pollurinn að sunnan. Formin tær, jafnvægið algjört, friðurinn fullkominn, gleðin geiglaus og lífið lofsöngur. Fjara bernskunnar reyndar horfin því búið að breikka eyrina. Ég fór og horfði yfir uppfyllinguna til að athuga með mörk lands og sjávar og viti menn. Komin var ný fjara og hún eiginlega alveg eins og sú gamla. Sjórinn heldur áfram að skapa, hann fer aldrei í frí. Komin ný börn með nýja von og undrandi augu í dásamlegri sköpun Guðs og þau eiga sína fjöru. Þessi mynd sækir á aftur og aftur og tíðar eftir því sem árunu fjölgar. Ég sé í fjölmiðlum að samferðafólk sem ég þekkti í bernsku kveður eitt og annað, fólk sem hefur lifað sem hluti af þessu umhverfi alla ævi. Þau eru lánsöm að hafa aldrei farið suður. En ég þá ólánsamur? Ég sem fór burt, yfirgaf þetta allt. Að yfirgefa. Nei, það orð hentar ekki hér því minningarnar halda þess öllu lifandi og ég þarna enn í minningunni. Minni sér það, minnið man aftur og aftur og ég kalla það endurminni. Umhverfið þar og ég hér og allt hangir enn saman. Enginn farin nema þau sem komin undir græna torfu eða hvíla í votri gröf. Við erum hér enn. Við hinn, og þó við færum okkur til þá umhverfið enn til staðar. Það er bara þarna eða hérna, úti eða inni, úti í heimi, inni í hjarta.
við stjörnu hafsins ystu ósa, í undirveldi norðurljósa, glöð við njótum lífsins ástar indis, fyrir austan mána og vestan sól. Svo hvað Loftur Guðmundsson og Oddgeir Kristjánsson gerði lag við textan, en hvort tveggja hluti af bensku minningum mínum þegar maður hlustaði bara á RÚV. Það var eina rásin í öllum alheimnum. Í postulasögunni í Nýja testamentinu merkileg frásögn af Páli postula. Hann hafði verið andstæðingur fylgjenda Jesú og ferðaðist til að handtaka trúaða. Í einni slíkri ferð varð hann fyrir vitrun sem breytti lífi hans. Það getur lesið nánar í 9. kafla postulasögunar. Tökum þetta lengra eins og unga fólkið tamt að segja. Eins og unga fólkinu tamt að segja. Köfum dýpra, rýnum lengra. Þegar Páll postuli kom til Aþenu til að boða sína nýju trú, var hann varfærinn vegna þess að hættur voru við hvert fótmál. Fólk var drepið þá fyrir trú sína. Hann kom á torg og þar voru spekingar að spjalla, grískir spekingar. Og hér kafli úr postulasögunni, Páll í Aþenu, yfirskriftin. 16. vers. Í 19. kafla held ég þetta sé. Meðan Páll beið þeirra í Aþenu var honum mikil skapraun að sjá að borgin var full af skurðgoðum. Hann ræddi þá í samkundinu við gyðinga og guðreknamenn og daglega á torginu við þá sem urðu á vegi hans. En nokkrir heimspekingar, epikúringar og stóumenn áttu og í orðakasti við hann. Sögðu sumir, hvað mun skraffinu sá hafa flytja? Aðrir sögðu, hann virðist boða ókunna guði, því að hann flutti fagnaðarerindi Jesú upprisuna. Og þeir tóku hann og fóru með hann á Aresarhæð og sögðu, getum við fengið að vita hver þessi nýja kenning sem þú fer með? Því að eitthvað nýstarlegt flytur þú okkur til eyrna og okkur fýsir að vita hvað þetta En allir aþeningar og aðkomumenn þar gáfu sér ekki tóm til annars fremur en að segja eða heyra einhver nýmæli. Þetta voru forviti fólk. Þá stíg Páll fram á miðri Aresarhæð og tók til máls. Aþeningar, þið komið mér svo fyrir sjónir að þið séuð í öllum greinum miklir trúmenn. Því að ég gekk hér og hugði að helgidómum ykkar og fann þá meðal annars altari sem á ritað ókunnum guði. Þetta sem þið nú dýrkið og þekkið ekki, það boða ég ykkur. Guð sem skóp heiminn og allt sem honum hann sem herra himins og jarðar, býr ekki í musterum sem við höndum gerð. Ekki verður honum heldur þjóna með höndum manna eins og hann þyrfti nokkurs við, þar sem hann sjálfur gefur öllum líf og anda og alla hluti. Hann skóp og af einum allar þjóðir manna og lét þær byggja allt yfirborð jarðar hann hafði ákveðið setta tíma og mörk bólstaða þeirra. Hann vildi að þeir leituðu Guðs, ef verða mætti þeir þreifuðu sig til hans og fynda hann. En eigi hann langt frá neinum á okkur, í honum lifum, hrærumst og erum við. Svo hafa og sum skáld ykkar sagt, því að við erum líka hans ættar. Fyrst við erum nú Guðsættar megum við eigi ætla að Guðdómurinn sé líkur smíði af gulli, silfri eða steini, gerðri með hagleik og hugviti manna. Guð hefur umborið vanvisku liðina tíma, en nú boðar hann mönnum hvarvetna að allir skuli snúa sér til hans. Því hann hefur sett dag hann mun láta mann sem hann hefur fyrirhugað dæma heimsbyggðina með réttvísi. Þetta hefur hann sannað öllum mönnum með því að reisa hann frá dauðum. Þegar heyrðu nefnda upprisu dauðra, gerðu sumir gys að aðrir sögðu, við munum hlusta á þetta hjá þér öðru sinni. Þannig skildi Páll við þá. En nokkrir menn slógust í fylgd hans. Þeir tóku trú. Meðal þeirra var Dionýsius, einn af Areopagusdóminum, og kona hans Damaris að nafni og aðrir fleiri.
Hér lýkur þessari tilvitnun. En taktu eftir þessum orðum Páls: í honum lifum, hrærumst og erum vér, svo hafa og sum skáldið að sagt, því að vér erum líka hans ættar. Pál nær að tengja við áheyrendur sína með því að vitna í þá sjálfa og setja þeirra eigin hugsun og meiningu í nýtt samhengi. Hann bendir þeim á samhengi alls sem er. Við erum aldrei ein, enda þótt við kunnum að upplifa okkur einmanna. Engin er eyland. Á sama tíma og hugurinn hvarflar að benskunni í sínu samhengi, leitar hugurinn líka til fólksins sem var og er. Sum eru horfin og þau líða mér aldrei úr minni. Pabbi, mamma, móðurafi, ömmusystir. Ég tel þessi 4 upp og þú sérð að ömmuna vantar. Hún lést 4 árum áður en ég fæddist. Svo voru bræður 2, æskuvinkonur í næsta húsi og 4 leikfélagar, öll skemmtileg, mikið af krökkum í hverfinu. Föðurafi minn lést þegar ég var á 5. ári og föðuramma mín ég var á 7. ári. Ég man þau en samskiptin voru minni vegna þess að þau byggu ekki í sama húsi, heldur ögn neðar í Fjarðarstrætinu. Leiðin þangað var ekki löng fyrir skóstærð 43,5, en fyrir litla fætur benskuna var vegalengdin mun stærri. Svona nú allt afstætt, stóri skór og litlir með litlum tifandi tám. Og nú sit ég hér í marsmánuði Reykjavík 2026, úti skýjað og dimmt, þó sólar glæta inn á milli, hiti 3 gráður plús og aldrei hef ég upplifað annan eins vetur. Auðjörn allan veturinn, smá snjókoma í október og aftur nú í febrúar, mars. Bíllinn minn enn á sumardekkjum og með afturdrifi og ég kemst allra minna ferða, eða þannig. Var reyndar að láta sækja mig og skila aftur heim í muggunum daginn þegar ég þurfti að jarðsetja duftker í Fossvogs kirkjugarði. Bróðir hins látna og kona hans sóttu mig á sínum fjallabíl á nöglum og öllu. Myndi mig á að í fornum lögum voru ákvæði skyldur fólks að sækja prest til athafn og skila aftur heim, ef að presturinn kom ekki sjálfur ríðandi á hesti. Hér áður fyrir fóru prestar ríðandi milli staða og stundum í víðfemum sóknum eða prestaköllum. Þá þurftu þau sem þáðu þjónustuna að fóðra hestinn, gefa kaffi og meðlæti. Hálft árið í fyrra, janúar út júni, þjónaði ég á Norðausturlandi og bjó á hofi í Hofsárdal í Vopnafirði og þjónaði því prestakalli og hafði auka þjónust í Þórshöfn og á svæðinu við Þistilfjörð. Þar heyrði ég söguna af bruna prestssetursins að hofi á liðinu öld. Það var að gamlasta 1933 að séra Jakob Einarsson, sem var fæddur 1891, sama ár og móðurafi minn, hann dó 1977, hann Jakob. Séra Jakob fór ríðandi frá hofi og yfir í Vesturárdal til að skíra barn. Stúlkubarn hafði fæðst 16. september 33 á Ljóðstöðum í Vesturárdal í Vopnafirði. Foreldrarnir vildu fá barnið skýrt fyrir áramót og því fór prestur ríðandi þennan dag til sinna verka. Eftir að hafa hvílt hestinn og fóðrað, fengi kaffi sjálfur og velgjörðir, hélt hann aftur heim. Þegar hann kemur tilbaka yfir hálsinn sér hann að reyk leggur upp frá prestssetrinu á hofi og þegar hann kemur nær það í björtu báli. Á prestssetrinu bjó fjöldi manns, prestsfjölskyldan, bústjór og vinnufólk og það var það þjappa fólki saman og koma þeim fyrir í öðrum húsum og kannski nágrannabæ, veit það ekki. En sumarið eftir, 1934, var byggt nýtt prestssetur, teiknað af Guðjóni Samúelssyni, þeim fræga og flotta arkitekti. Ég bjó í húsinu þetta hálfa ár og þann 23. apríl, síðasta vetrardag, jarðsöng ég mæta konu, Valgerði Sigurðardóttur. En það var einmitt hún sem séra Jakob skírði sunnudaginn 31. desember 1933. Svona hangir nú sagan saman. Ekkert án samhengis, allt tengt og yfir öllu alheims vitund, Guð almáttugur sem upphaf alls og viðheldur öllu. Ég aldrei einn, lifi og hrærist í tíma og rúmi, í minningum hið liðna og vonum að andráin teygist sem allra lengst fram á við. Margir eru horfnir, fólk af báðum kynjum, en lífið heldur áfram meðan við lifum og hrærumst á hótel jörð. Tilvera okkar undarlegt ferðalag, hvað Tómas,
Við erum gestir og hótel okkar er jörðin. Einir fara og aðrir koma í dag, því alltaf bætast nýjir hópar í skörðin. Samhengi. Engin er eyland, við erum öll í einu samhengi og gæfan mest er að finna þá vitund í hjarta sér að allt hafi tilgang, mark og mið. Ég fermdi nokkur börn fyrir norðan í Þórshafnarkirkju, Vopnafjarðarkirkju og svo þann 17. júní 2025 í Hofskirkju. Yfir öllum börnunum flutti ég sömu orð og séra Sigurður Kristjánsson, sóknarprestur á Ísafirði, mælti hann lagði hendur yfir mig og fermingarsyskin mín vorið 1963 og vitnaði þá í orði opinberunarbókar Jóhannesar: vertu trúr allt til dauða og Guð mun gefa þér lífsins kórónu. Endurminning, samhengi, tími, eilífð. Við erum öll í þessu samhengi, þú og ég. Taktu þennan þráð upp. Rektu hann og sjáðu hvernig hann leiðir þig og hvert í óræðri framtíð, sem er þó leið í höndum þeirrar vitunda sem er yfir og allt kring. Í honum lifum, hrærumst og erum vér. Þetta er líka endurminni. Taktu þráðin upp. Þakka þér áheyrnina. Guð blessi þig og gefi þér góða stundir. Amen.